Suðurland FM. Já, sportáttur ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi og nú ætlum við að fara aðeins í hestamennskuna en meistaradeildin, hún náttúrulega búin að vera í fullum gangi og ég kom með meistaran, hann Árna Björn Pálsson. Komdu bless og sæll, höfðingi. Blessaður og sæll. Hvernig hefur það? Ég bara góður, sko. Er það ekki? Jú, það er ekkert annað. Þú ert væntanlega búin að vera í hesthúsinu í kvöld og í gærkvöldi og kvöldu undan því? Jú, maður, þetta eru stundum langi dagar, maður reynir nú samt að vera svona ekki mikið fram með miðnætti svona svörtustu dagana en svona þegar fyrir að vora þá getur þetta verið langi dagar. Já, nákvæmlega. En, meistaradeildin, það tekur það ekki sinn tóll því að þetta er nú bara áriðin alvöru atvinnumennska? Jú, það er hellings vinnu til þess að fara í gegnum eitt svona tímabil, maður þarf náttúrulega að vera með mikið þjálfara og varna hesta og eða tölvöld mér í tíma í þetta bæja náttúrulega að fara á æfingar og svo bara vinnan og undirbúningurinn heima fyrir er náttúrulega mjög mikil þannig að já, þetta er tímafrekt en mjög gaman og gaman þegar að gengur vel. Já, nákvæmlega. Og já, þú ert á toppnum núna í ár? Þetta hefur gengið einhvern veginn ótrúlega, mann stefnir alltaf hátt, en já, þetta hefur gengið ótrúlega vel í ár, og já, bara einhvern veginn ótrúlega. Já. En þetta er nú alveg magnaðar árangur hjá þér að þú ert búin að vinna núna 3 ár í röð í meistaradeildinni. Já, reyndar er loka mótið er eftir, ég er ekki búinn. Já, ég er búinn að veðja á þig, Já, þú er búinn að veðja á mig, ok, það er gott að vita því Þannig að þú mátt ekki klikka. Nei, ok, Nei, ég segi svo. Já, ég er búinn að vinna síðustu 2 ár og maður stefnir náttúrulega alltaf að því að vinna, maður reynir að gera eins og maður getur, svo það bara komið ljós, það dugar. Já. En kannski aðeins að þér sjálfum, hvenær byrjaði þú svona fyrst að keppa í hestaíþróttinni? Ég keppti fyrst í hestamennsku 17. júní 1993. Það var svona bara félagsmót í sveitinni og svona svo kallar 17. júní mót var bara svona frjálslegt og grasvelli og það var gömlu fótboltavelli. Já. Og það var eina skipti sem ég farið inn á fótboltavöll, það var á hesti. Já, og þú hefur ekki spilað í neinum bumbubolta eða neitt annir, þú ert ekki búin að plata í það? Nei, ég hef ekki gert svo frægur, Nei. Þannig að í rauninni hefur ekki komið önnur íþrótt í boði hjá þér en hestamennskan? Nei, ég var aðeins í körfubolta svona þegar ég var yngri og svona bara leikað með strákunum í skólanum, en annars hefur þetta bara verið hestamennsku alveg svona frá því að maður var í 8-9 ára. Já. En tilkoman við meistaradeildinni, þetta var mikið lyftistöng eða ekki þessi keppni svona yfir vetratíman? Jú, þetta er náttúrulega gríðarlega mikið mót orði og sem er alltaf að stækka. Þetta er náttúrulega komið núna í útsendingu á netinu mjög mikið og ég er til dæmis á kunningja og vinni í Evrópu sem fylgist með þessu reglulega á Norðurlöndunum og Þýskalandi og það geta allir séð þetta bara með því að kaupa sér aðgang á netinu og bara gaman að vita því að þetta er náttúrulega góð kynning fyrir það sem er að gera hérna heima í hestamennskunni og sportinu. Ja. En það er ekki nóg með það að meistaradeildin nú er alltaf að bætast við mót, það er uppsvitadeildin, það er kegadeildin og meistaradeild hesta áhuga manna, þar sem að gamli reynsluboltar er líka mættir og svona. Já. Þannig að þetta er orðið út allt land. Já, þetta er náttúrulega smittar út frá sér þetta náttúrulega kemur með því að það er búið að setja breiðhallir hér og þar og allstaðar landið að það er að gera að nýta þessa aðstöðu yfir þessa vetramánuði meðan að bara þess að hafa svolítið gaman. En
hvað hefur þér fundist náttúrulega nú búið að breytast heilmikil eða ekki svona hesta íþróttin sjálf frá það að þú byrjaðir í þessu? Jú, þetta náttúrulega, það hefur margt breyst í hestamennskunni bara á síðustu 10-15 árum, sko, bæði, sko, náttúrulega fleitir öllu fram í sambandi við þjálfun á hestunum og fóðrun og meðhöndlun og hólaskóli og Hvanneyri og þessi skólar að gera góða hluti og svo hafa náttúrulega komið, sko, kennarar að utan sem eru kannski úr stórum hestum og eru með svona ákveðna tegundar reiðmennsku sem við höfum svona geta nýtt okkur aðeins og komist lengra með það sem við erum að gera með okkar hest og þetta náttúrulega bara leiði til meiri fagmennsku og flottari undirbúnings og sýninga og íslenska hestinu. En svo líka má horfa til eins og æskulistarfið að það orðið alveg gífurlega mikið heila bara öllum landslutum. Já, þetta alltaf uppleið. Það mikill áhugi fyrir hestinum og mjög margir iðkendur og maður sér í hesthúsakörfum að það allsstaðar verið að þjálfa og ríða út. En svo hinn almenni misskilningur oft að það verið að tala oft margir sem að hafa ekki kynnt sér hestaíþróttuna nógu vel hvernig hún í dag að margir halda að þetta sé bara hesturinn en ekki knapinn. Já. Þú þekkir þessa umræðu? Jú, þetta náttúrulega svona fyrir þá sem ekki vita hvað þetta snýst þá náttúrulega þetta ekki rétt, sko, að knapinn náttúrulega sá sem að situr við stjórnvölinu alveg eins og maður sem að keyri bíl, sko, bílinn keyrir sér náttúrulega ekki sjálfur, sko, það þarf að senda hestinum rétt skilaboð á réttum tíma og knapinn þarf náttúrulega að vera í góðu, hafa gott líkamlegt atgerfi og vera í jafnvægi sjálfur til þess að geta gefið hestunum réttar ábendingar og framkalla hjá honum réttar gangtegundir og gangskiptingar og stórar hreyfingar eftir því sem við á. Þannig að sko reiðmennska á hæsta leveli getur verið töluvert flókið konsept. En við förum aftur, það náttúrulega hjá ykkur eins og í öllum, eins og í akstursíþróttum og knattspyrnu og frjálsum íþróttum, það náttúrulega orðið daginn í dag að það bara, knaparnir, þeir eru bara teknir í lyfjapróf á stórum mótunum. Já, ég bara sem betur fer, ég meina það eitthvað sem að koma skali, ég meina þetta náttúrulega bara, þú veist, ekkert öðru senn í öðrum íþróttagreinum að þetta á bara að vera hreint sport og ekkert nema gott það að segja að þetta sé komið inn til okkar líka. Já, nákvæmlega. En það einu umferð eftir ykkur sem að fara að ógna þið núna í síðustu umferðinni? Sko það eru 24 keppendur og það eru 23 sem ógna. Já. Það verður bara líta á þetta þannig, það þýðir ekkert annað en að gefa allt í botn, bara loka slaginn. En svona í lokin árin í sleppið þú hlýtur nú að eiga þína uppáhalds svona, gangtegund? Sko, já, ég myndi segja að tölti væri uppáhalds gangtegund, hægt tölt. Og það einhver ástæða á bak við það? Já, ég veit það ekki, þetta náttúrulega svona þýður gangur að sitja á og gaman ef maður með svona svolítið sjálfberandi og viljúan hest, svona tölt gengan hest sem að fer vel í reið, það alltaf gaman á því að sitja. Næstu keppni þá keppt í tölti og svo flugskeiði og það það ekki svona fyrir þann sem fylgist ekki með hestaíþróttum, það alltaf svolítið mikið stemning að fylgjast eða ekki með flugskeiði? Jú, þetta náttúrulega ofsalegur hraði og snerpa sem að á sér stað í svona flugskeiði að þessi fljótustu hestar geta náð 50 km hraða pluss þessi fljótustu
svona 100 metra kafla en að vísu við þessar aðstæður þá farið í gegnum Reiðhöll og það svona aðeins öðruvísi, aðeins stytta sprettfæri en mjög gaman, þetta svona rennur snögglega í gegn og koma bara einn af öðrum. Já, en áðurinn í slepptir, hvað það skemmtilegasta við að keppa í hestaíþróttum? Sko það skemmtilegasta að keppnismomentið náttúrulega á bara að vera svona gulrót sko fyrir velun fyrir vinnuna og ef maður búinn að vera með hest kannski yfir langan tíma og þjálfa sjálfan sig og hesti með að einhvern veginn þegar maður uppsker vinnu erfiðisins, það sama í hvaða grein það sko, það náttúrulega margar mismunandi greinar sko sem hægt að keppa í sko en svona þegar maður bara þegar dæmi gengur upp sko og maður búinn að vera brasa með þetta kannski yfir langan tíma þá náttúrulega það skemmtilegast í þessu. Já, náttúrulega. Árni Björn Pálsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangið sem allra best í lokaðum hurðinni og já, ekki klika. Nei, ég reyni það. Takk fyrir kærlega. Takk sömuleiðis. Ok, já. Þessar. Já, Árni Björn Pálsson, sigurvegari meistaradeildarinnar í hestaíþróttum síðustu 2 ára. Loka umferðin fer fram núna 8. apríl, þar sem keppt í tölti og flugskeiði og það fyrir að sjálfsögðu keppnin í Fákaseli. En fyrir þá sem vilja kynna sér nánar þá það inn á meistaradeild.is. En næsta dagskrá ætlum við að hringja til Bandaríkjanna og á línuna Elvar Már Friðriksson, körfuknattleiksmaður en hann og félagar hans í Barry í háskóla körfuboltanum unnu góðan sigur í gær gegn Unioni í 32 úrslitum og Elvar var lykileikmaður þar með 13 stig, 6 fráköst, 4 stóðsendingar, 2 stolna bolta og 16 úrslitin hefjast á morgun þar sem að andstæðingur verða ekki að verri endanum. Ég sé hestinn, þú sérðum nakkin, við skulum hleypa á skeið.